597. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 20. október 2020 klukkan 17 hér með settur. Þessi fundur rafrænn og á hann eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 4 mál á dagskrá fundarins. Þau eru: fyrsta, fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. október. Númer 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. október. Númer 3, fundargerð velferðarráðs frá 14. október. Og síðan númer 4, kosning aðalmanns og varamanna í íþrótta- og tómstundaráð. Þá tökum við á dagskrá fyrsta mál fundarins, en það eru fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. október síðastliðinn. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir hefur beðið orðið. Gerðu svo vel. Já, virðulegi forseti og aðrir gestir, ég kem hér undir lið 9 í fundargerð frá bæjarráði þann 15. október, lóð Norðuráls í Helguvík, erindi frá stjórn Katigó. Miðflokkurinn fagnar áhuga Samherja á atvinnuuppbyggingu í Helguvík og áform fyrirtækisins laxeldi á landi verði að veruleika. Miðflokkurinn leggur áherslu á að bæjarstjórn eigi gott samstarf við fyrirtæki í þessum efnum og greiði götu þessi verkefnið eins og kostur er. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Fleiri sem óskar að taka til máls? Ef svo ekki... Jú, heyrðu, ég með hendin uppi. Ég sé... Já, fyrirgefðu, Margrét, ég bara... Ég ætlaði fyrst að spyrja forseta hvort að það er möguleiki að taka sitthvora fundargerðina af því að þetta eru viðamikil mál sem eru og það er ákveðnar reglur hversu oft við mögum taka til máls og þú tekur báðar fundargerðina saman. Þannig að allavega að fá þá leyfi til þess að tjá mig sérstaklega sitthvora fundargerðina. Forsetinn mun taka tillit til þess. Takk fyrir það. En af því að Margrét Þórarins var að bóka undir 9. máli, þá er kannski eðlilegt að koma með það líka og þetta er sem sagt bæjarráðsfundur númer 1290, 9. mál og bókunin er þá svona: mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum og fjölbreytileiki í atvinnulífinu ekki mikill. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að Samherji hafi sýnt áhuga á atvinnuuppbyggingu í Helguvík. Atvinnumál eru brýnustu verkefni sveitarfélagsins núna og því verða bæjaryfirvöld að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að treysta stoðir atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokki, Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki og Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokki. Og varðandi þetta mál sem að umræðir, að þá langar mig að spyrja ykkur í meirihlutanum að varðandi bókun undir 9. máli, að þar er bókunin ykkar, hún byrjar á því að þið eru að fagna sem er gott atvinnuuppbyggingu í Helguvík, en talið svo fremi sem það uppfylli að minnstakosti 2 af eftirfarandi atriðum. Í lagi skapi vellaunuð störf, í öðru lagi séu ekki verulega mengandi og í þriðja lagi skapi tekjur af skipaumferð Helguvíkurhöfn. Og þá langar mig að spyrja ykkur, skapi vellaunuð störf, hvað teljið þið vera vellaunuð störf? Er það ef að borgað 10% yfir taxta, 20% yfir taxta, 30% yfir taxta, eða hvað er það sem þið talið vellaunuð störf? Í öðru lagi, munið þið þá sem sagt hafna því ef að það mjög atvinnuskapandi, mikla tekjur fyrir sveitarfélagið
En þið eru ekki sammála til dæmis ef að veri ekki velunnustörf og ekki nægilega mikil skipaumferð og ekki tekjur endurlega við Helguvíkurhöfn. Og svo í þriðja lagi, þá langar mig að benda á að þessar kröfur, þessi 3 punktar sem þið setjið fram, að þá eru þið að segja það að þið komið til með að samþykkja kísilverið í Helguvík vegna þess að það var talað að þar væri velunnustörf og þeir skapa tekjur skipaumferð Helguvík, en þau eru sem sagt verulega mengandi. Þannig að bara að vera verulega mengandi, þið ætlið þá að samþykkja það sem sagt, ef að þeir eru velunnustörf og tekjur af skipaumferð eru. Ef það eru þið að segja í þessari bókun og við undrumst það allavega. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Baldur Guðmundsson. Já, ég ætla að taka nokkur mál fyrir hérna í seinni fundargerðinni 1290. Fyrir að fyrsta þá málið Faxabraut 20, fjölgun íbúða, vegna þess að ég hafði orð á þessu á síðasta bæjarstjórnarfundi og vildi að þeir skoða aðeins vegna þessa fordæmis sem allavega kom fram í umsögn frá starfsmanni á skipulagssviðinu að það væri búið að samþykkja þetta í öðrum íbúðum en skipulagsfulltrúi búinn að gera vel grein fyrir málinu og ég bara mjög ánægður með minnisblaðið sem var lagt fram og við náttúrulega tökum þetta til sérstakrar afgreiðslu eftir. Ég líka svolítið hissa yfir bókun sem var lögð fram í 9. máli og tekur undir með Margréti Sandnes að við höfum verið að kalla eftir atvinnustefnu Reykjanesbæjar og vissum þá ekki að þessum áherslumálum varðandi Helguvík. Þannig að það verður gaman að heyra hver svörin verða og bara persónulega þá skildi ég ekki alveg fyrir hvernig þessa bókun var því að í henni tíundað ýmislegt sem þarf að ganga frá í málefnum Norðuráls og það ósköp eðlilegt að þurfa að kíkja á það. Þetta svona ákveðin tékklisti sem að þarf að fara í gegnum. Þetta er ekkert smáræði, það er stórt mál að Norðurál skuli lýsa því yfir að þetta sé horfið frá því að setja upp þarna álver og það alls konar samningar og skipulagsmál og umhverfismál sem að þarf að endurskoða í kjölfara á því og ef þetta eru viðbrögð við því að fyrirtæki hafi áhuga að koma hérna og starfa, þá finnst mér bara einkennilegt að þetta séu þá sem sagt móttökurnar að jú, það er allt í lagi, við bara erum alveg til í eitthvað í Helguvík en við eigum eftir að gera alls konar hluti gagnvart fyrri aðila hérna. Þannig að mér finnst þetta svona eins og það sé svona að vera að setja slá eitthvað varnagla löngu áður en að sé búið að rýna málið eitthvað frekar. Síðan þetta mál Stapaskóla. Þá hafa verið til umræðu á nokkrum bæjarráðsfundum þegar að núna fyrsta áfanga lokið í Stapaskóla að ráðast í annan áfanga, það sem sagt íþróttaaðstöðuna og þá koma upp alls konar hugmyndir, hvað eigum að gera í þessu og búið að vera að velta upp hinn og þessu. Og á síðasta fundi þá voru lagðar fram svona skissur og gróf kostnaðaráætlun sem að við allavega í minnihlutanum vildum aðeins rýna betur og málunum var frestað. En vegna þess að við vorum að kalla eftir ákveðnum hlutum þá viljum við leggja fram hérna bókun bara til að skýra
okkar afstöðu í þessu máli. Og hef ég þá lesturinn. Fyrsti áfangi Stapaskóla hefur nú verið tekinn í notkun og þykir byggingin afar glæsileg enda mun dýrari en sambærilega byggingar. Áfangi 2 snýr að byggingu íþróttaaðstöðu og upphafleg greining tók mið af þörfum skólabarna þar sem kennslulaug og einfaldur íþróttasalur myndi duga. Á síðari stigum var viðruð sú hugmynd að íþróttasalur nýttist sem löglegur körfuknattleiksvöllur og í sumar var ræddur sá möguleiki að setja upp aðstöðu fyrir rúmlega 1000 áhorfendur og sundlaug yrði einnig stækkuð. Á síðasta bæjarráðsfundi voru lagðar fram skissur þar sem nokkrir valkostir voru kynntir ásamt grófri kostnaðaráætlun. Einföld útfærsla mun kosta rúman milljarð en ef farið yfir alla leið þá gæti kostnaður nálgast 2 milljarða. Við undirrituð treystum okkur ekki til að styðja auknar fjárfestingar nærri milljarð króna án þess að frekari greiningavinna fari fram. Í greiningunni komi fram hvernig íþróttahúsi og sundlaug munu nýtast í náinni framtíð, hvaða íþróttagreinar og félög myndu nota aðstöðuna og hvort það nýttist einnig til æfinga, hvort bílastæði séu nægjanleg fyrir þegar kappleiki standi yfir, hvort sundlaugin verður notuð til æfinga eða hvort opið verður fyrir almenning fram eftir kvöldi og fleira sem skiptir máli í þarfagreiningu. Nú þegar gróf kostnaðaráætlun hefur verið kynnt nauðsynlegt að rýna þarfinnar áður en lengra haldið. Við hönnunarvinnu verði leitast við að velta upp öllum möguleikum á ódýrari útfærslum án þess að komi niður á gæðum. Og undir þetta skrifa Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannsdóttir fyrir hönd frá Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki. Þá hef ég lokið máli mínu og tek niður hendina. Takk fyrir þetta, Baldur. Þá það Díana Hilmarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Mér langar að koma upp undir fyrirfundargerð nr. 1290 undir lið 6 sem beiðni færslu fjárheimilda. Mér finnst þessi hugmynd jólagarðinn vera alveg frábær og í anda jólaþorpsins í Hafnarfirði og ég nefndi þessi hugmynd fyrir einhverjum tíma og ég rosalega glöð að sjá að þetta sé að verða að veruleika. Og ég alveg handviss það að þetta á eftir að verða mjög vinsælt og nauðsynlegt fyrir okkur bæjarbúa þar sem undanfarnir mánuðir hafa verið mjög þungir fyrir marga. Og mig sjálfri persónulega strax farið að hlakka til að labba jólagarðinn og heyra jólalög og kaupa mér heitar ristaðar möndlur og drekka heitt kakó og komast í jólagýrin. Og ég trúi því að jólagarðurinn sé eitthvað sem kemur til með að vera fastur liður í okkar tilveru hér. Og svo langar mig líka að koma inn á lið 2 í seinni fundargerð, það Stapaskóla annar áfangi. Og ég sammála minnihlutanum með það að það þarf að skoða þetta ítarlegar áður en ákvörðun tekin. En ég fer ekki ofan að því að mín skoðun og hefur alltaf verið íþróttahúsið verði stækkað og gert að löglegan keppnisvelli og við eigum að leita allra leiða til þess að það verða veruleika. Mér finnst annað bara hreinlega óskynsamlegt. Og einnig liður 9 sem lóð Norðuráls og ég styð heilshugar jákvæð uppbyggingu á þessu svæði og mér finnst þetta mjög áhugavert og mér hlakkar mikið til að sjá hvert þessar samræður munu koma til með að leiða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Margrét Þórarins, þú varst að biðja orðið aftur, eða ekki? Nei, ég var ekki með hendin uppi. Nei, hún ennþá uppi hjá mér allavega. Ok, fyrirgefðu. Þá var það Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að koma inn í þessa umræðu dagskrá fundargerð bæjarráðs. Það sem ég langar kannski að byrja á að aðeins varðandi það mál sem Margrét Þórarins og Margrét Sanders bæjarfulltrúar byrja að ræða það liður númer 9 afsakið, ég að tölvunni finna þetta en það sem að gerast í Helguvík. En mér finnst það mjög merkilegt að sem að skoðum söguna að þá við fagnað ýmsum verkefnum í Helguvíkur og inn á svæðið gegnum tíðina og þar rukum menn upp til hand og fóta og fögnuðu fyrirtækjum og síðan setjum við upp með skaðan 10 milljarða þar upp í staði
Stundum kannski að því að menn flýttu sér of og gættu ekki að. Núna svo að við erum með fréttir að yfirlýsingu milli Kategó og viljayfirlýsingu milli Kategó og Samherja annars vegar að skoða málin hérna hjá okkur og sem við erum bara mjög ánægð með og fögnum því atvinnuuppbyggingu. Og við viljum auðvitað að þau uppfylli þau skilyrði sem við höfum sett okkur sem markmið eins og annað að það verði velunni störf. Auðvitað eru flest störf borguð eftir kjarasamningum og það er náttúrulega það sem gildir. Við viljum auðvitað fyrirtæki sé ekki mjög sjálfsöki mengandi og helst að þetta skapi tekjur fyrir skipaumferð. Svo fer Sjálfstæðisflokkurinn Margrét Sanders á fleygi ferð og finnur þá út úr þessu að Kísiliaurar hafi borgað rosalega góð laun og skapi tekjur og þess vegna viljum við Kísiliaurið. Þetta er náttúrulega eins hlægilegt eins og hægt að fara með svona málflutning af hendi oddvita sjálfstæðismanna í bæjarstjórn að segja svona. Hún kannski búin að gleyma því að verkalýðshreyfingin á Íslandi væri í stríði við fyrirtæki þegar borgaði svo léleg laun. En ég vil bara ítreka það að við tökum vel á móti öllum, en þetta mál er þess eðlis að við þurfum að vanda okkur verulega vel. Það getur tekið tíma og það er nauðsynlegt að allir, almenningur sem og Samherji eða einhverjir aðrir, viti að þetta er flókið mál. Reykjanesbær á gríðarlega mikið undir þessu máli og ég ætla að fara að nefna þær tölur hérna og við þurfum að vanda okkur vel. En ég veit það að Samherji veit að við munum taka vel á móti þeim og það verður óskandi að þetta gengi allt vel og fínt undir. En auðvitað eigum við að fara hægt að því að reynslan okkar síðustu 23-24 árin í að taka á móti góðum fyrirtækjum er ekki góð. Við berum alltaf skaðann þegar illa gengur og ég held að menn ættu að fagna því að við viljum fara varlega en við fögnum þeim, bara það sé alveg á hreinu. Og þá auðvitað gjald af alla varnagla. Þegar fyrirtæki koma til Reykjanesbæjar og hafa óskað eftir því eins og sum hver að borga ekki fasteignagjöld. Eigum við að gera það? Þau sem koma vilja fá helmings afslátt að gjöldum hafnarinnar, eigum við að gera það? Þetta mál er ekki komið í svona umræðu. Þeir eru að ræða við landeigandann og við skulum bara anda með nefn og vera róleg. Í staðins að fara upp í svona umræðu sem mér finnst mjög stór skrítin. Annað sem ég vil nefna líka er að það er bókun Sjálfstæðisflokksins Stapaskóla og valkosti áfangi 2. Það kemur fram fullyrðing í bókun Sjálfstæðisflokksins sem ég ætla að vísa til föðurhúsanna þar sem var lesið upp að skólinn væri mun dýrari en aðrir skólar. Spurning, hvað samanber ertu með? Hvar fékkstu þessar upplýsingar? Hver segir það? Hvaðan af upplýsingar komu það að Stapaskólinn sé dýrari en aðrir skólar? Mér finnst það skrítin fullyrðing að koma með það fram. Takk að sinni. Takk fyrir þetta, Friðjón. Þá ætla ég að hleypa Gunnari Þóranssyni að. Já, þakka þér fyrir, Guðbrandur. Mér langar aðeins að fjalla þessi mál sem eru hérna í fundargerðum bæjarráðs. Í fyrsta lagi, þann 15. október í bæjarráði talað Faxabrautina. Og ég get ekki séð annað en að það sé bara alveg gráupplagt að samþykkja það að verði íbúðir þarna næstu hæðinni. Og sé ekki neina ástæðu til þess að standa gegn því nokkuð sem bara liggur í augum uppi finnst mér. Varðandi Stapaskóla, þá erum við náttúrulega á þeim tímum að við þurfum að fara varlega í eyðslu fjármuna. Við þurfum að gæta þess að við séum ekki að punga út peningum
án þess í raun og vera að gera okkur grein fyrir því hvort að þörf fyrir mannvirkin. Þarna að ræða íþróttahús sem við verðum að tala og sundlaug. Gott og vel, mér finnst alveg sjálfsagt að byggingin, hún gerir ráð fyrir því að það sé hægt. Það sé hægt að gera þarna áhorfendasvæði og slíkt, en það verði látið bara bíða. Einfaldlega vegna þess að fjárhagsstaða bæjarins verður á næstu árum erfið. Það liggur í augum uppi. Það mætti til dæmis bara breikka húsið, þannig að það væri möguleiki á að setja upp stúkur eða þá að nýta húsið betur þvert, þannig að það geti fleiri stundað íþróttir þarna á sama tíma, heldur en venjulegt er. Og þetta snýst ekki bara keppni, heldur líka það að nýta húsið í ýmislegt annað, heldur en keppni. Þannig að ég sé ekki annað en við séum að sólunda peningum pínulítið. Og heldur varhuga við því að við séum í raun og veru að leggja í allt of mikla framkvæmdir sem að við þurfum ekki alveg í bráð. Það mætti alveg setja einhver áhorfendapalla þarna sem að gætu nýst til bráðabirgða, til dæmis. Við þurfum ekki áhorfendasvæði fyrir 2000 manns eins og verður að leggja upp þarna með. Þannig að förum varlega. Nú varðandi þetta mál með Norðurál eða öllu heldur Samherja, þá finnst mér nú alveg fáránlegt að sjá þessa bókunum. Það liggur náttúrulega í augum uppi að störfin þarna ráðast af framboð og eftirspurn og við höfum ekkert að vera að pæla í því. Við erum líka með samninga fyrir fólk og út af hverju að vera setja þetta inn sem einhver skilyrði. Það finnst mér alveg fáránlegt. Nú, ég gerir ráð fyrir því að einhverju leyti sé þetta mengandi en ekki nærri því eins og þessi til dæmis kísilver átt að gera. Það verður allt annað og ég vil benda á það, Samherji með svona fiskeldi niður í Grindavík og það hefur bara gengið alveg ágætlega, bara vel. Og ástæða til þess að bara hlakka til að fá þá hingað. Þeir hafa ekki bara þörf fyrir höfn, þeir eru með möguleika við flugvöllin. Það ákveðið tækifæri fyrir þá. Þess vegna vilja þeir koma hérna meðal annars. Við eigum ekki að vera að varpa svona fram bara til að styggja þá og ekkert annað. Það er verið að gera það. Ég get ekki annað en bara ímynda mér að þeir séu sárir yfir þessu. Já, síðan svona kasta vettlingnum blautum í andlitið á þeim. En það var nú eitthvað meira sem ég ætlaði að tala um hérna, en þetta nú við. Já, látum að bíða. Takk. Takk fyrir þetta, Gunnar. Jóhann Friðrik, er svo. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér heyrir svona á öllu að þessi jarðskjálfti í dag hafi farið illa í minnihlutann. Það er allavega kemur hérna hver fullyrðingurinn á fætur annarri sem að ég veit ekki hvort ég á að trúa eigin eyrum. Ég ætla nú fyrst að byrja á því að tala um þetta ágæta mál í Helguvík. Og ég held að það verður nú að segjast að allir bæjarbúar hér og landsmenn allir vita hvers konar sorgarsaga það er búið að vera. Þarna sitjum við uppi með risastórar byggingar frá 2008 sem að ekki hræða hefur komið inn í og hvað þá hefur komið inn einar tekjur af. Og það er að sjálfsögðu mikið fagnaðarefni ef að Samherji eða einhver annar
ætlar að nýta þær byggingar hér á svæðinu, öllum til hagsbóta. Aðeins varandi þessa bókun sem að kom þarna fram í bæjarráði og ég tel fyllilega eðlilega. Hún auðvitað, eins og ég svo sem nefndi á þeim fundi, að hún auðvitað bara þessi áherslu atriði sem að við höfum haft í Helguvík. Það raunverulega ekkert nýtt. Samflokksmenn þeirra sem að tala hér þekkja vel. Menn settu fram háleitar hugmyndir alls kyns verksmiðjur í Helguvík sem að ég efast ekki það ágæta fólk setti fram af mikilli velvild og dugnaði og þarna var meðal annars talað vel launuð störf. Það kom margoft fram. Vel launuð störf í álveri, vel launuð störf í kísilveri. Það ekkert nýtt. Þetta náttúrulega sem bara kom annað á daginn því miður varandi kísilverið en álverið þetta bara fór ekkert á stað þannig að það reyndi nú ekkert á það hvers konar launakjör væru þar en við erum náttúrulega líka að leggja áherslu á það að auðvitað hræða sporin eftir allan þennan tíma þar sem að þarna grafreitur verksmiðju starfsemi á Íslandi og ég treysti Samherja fyllilega fyrir því að borga samkeppnishæf laun. Það fengju þeir náttúrulega ekki starfsfólk ef þeir væru ekki samkeppnishæfir. Þannig ég held að þeir muni nú ekki taka þessu illa. Það sem að snýra málinu í heild sinni þá þetta afskaplega flókið mál. Þarna eru lóðaleigusamningar, þarna verksmiðja sem á bæjarmörkum Garðs og Sandgerðis eða Suðurnesjabæjar eins og það heitir í dag. Og það meiri svo langt síðan að þetta var til að það búið að sameina annað sveitarfélagi sem að stóð að þessu. Þetta búið að vera svo lengi liggja hreyfingarlaust og ekkert hefur gerst þarna þannig að auðvitað það mikið fagnaðarefni fyrir okkur Suðurnesjamenn og vonandi bara landið allt að þarna fari þessar verksmiðjubyggingar í einhverja notkun. Ég sé ekkert til fyrirstöðu að sveitarfélagið vinni að fullum þunga með þessum aðilum eða öðrum til þess að láta þessi áform verða veruleika og fagna því auðvitað innilega. Og ég hef ekki nokkra einustu áhyggjur af því að þessi fagmenn sem þarna koma að þeir munu setja fyrir sig bókun sem þessa en hún bara sett fram í miklum velvilja. Við auðvitað vitum það að þetta flókið mál eins og hér hefur komið fram. Og það tekur tíma að vinna það þannig að úr verði vel launuð og arðbær störf fyrir svæðið. Hitt annað að Reykjaneshöfn hefur náttúrulega í gegnum tíðina farið í gríðarlega fjárfestingar. Og það má auðvitað nefna það hér að bæjarsjóður þurfti að taka 3 milljarða króna á sig út af höfninni sem var ekki gjaldfær. Og það nú ekkert langt síðan að það var. Og allt var þetta gert til þess að skapa hafnarstarfsemi sem að síðan myndi borga sig upp með einhvers konar starfsemi á landi í Helguvík. Það hefur auðvitað ekki raungerst og þess vegna auðvitað bara verið að hnykkja á því og vonandi bara að það komi fyrirtæki hvort sem það Samherji eða aðrir sem að geta nýtt sér þessar glæsilegu hafnarframkvæmdir sem hefur verið farið í með ómældum kostnaði fyrir bæjarbúa. Auðvitað myndu bæjarbúar vilja eiga þessa 3 milljarða til að mynda inn á heftinu núna þegar illa árar í samfélaginu og COVID að gera okkur verulega skrávefu. En til þess að gera langasögu stuttafandi þetta mál, þá held ég bara að það sé allir sammála það að þessi viljayfirlýsing sem nú reyndar ekki á milli Reykjanesbæjar og Samherja, hún á milli þeirra sem að hafa yfirráð yfir þessum byggingum og þessa fyrirtækis, að því sé bara haldið til haga. Ég að minnsta kosti fagna því og vona að þetta verða veruleika. Svo maður tæpi nú á fleiri þáttum sem að koma fram í fundargerðum bæjarráðs sem við erum að fara yfir hér. Þá var minnst þarna á Stapaskóla sem auðvitað glæsileg bygging, mikið lyftistöng fyrir innri Njarðvíkurhverfið. Þar hefur fólk auðvitað kallað lengi eftir þjónustu bæjarins og hallað mikið á. Þetta að verða gríðarlega stórt og öflugt samfélag í innri Njarðvík. Og það sem vakir fyrir mönnum einfaldlega það að skoða alla möguleika og hvort að það sé samlegar áhrif í því að stækka þarna og fara í stærri byggingu við áfanga 2 og það bara í skoðun og það hefur verið rætt nokkur sinnum í bæjarráði
og menn hafa verið að reyna að taka mið af þeim ábendingum og athugasemdum sem að þar hafa komið fram. Við fengum grófa kostnaðaráætlun, það er rétt og það er ætlunin að vinna það lengra sem að ég vonast til þess að klárist bara fljótlega þannig við getum nú fengið einhvern botn í það mál. En svona til þess að leiðrétta aðeins þessar tölur þá þetta liggur alveg fyrir að það var gert ráð fyrir ákveðnum kostnaði í áfanga 2. Þannig að þarna auðvitað viðbót við það verkefni og þarna tilgangurinn að horfa til lengri tíma. Við höfum verið með skólaíþróttahús í skólanum okkar og við höfum líka lent í því í Reykjanesbær, samanber bara Reykjaneshöllin okkar sem að kannski hefði átt að vera stærri eða öðruvísi á þeim tíma og nýtast enn betur ef það hefði verið hort lengra til framtíðar með það hús. Það kom athugasemdir frá knattspyrnudeildum á sínu tíma varðandi það. Þannig að við viljum flýta okkur hægt og auðvitað þurfum við að megum ekki missa boltan í þessu vegna það liggur líka á að fara að teikna og klára þessa byggingu. En ég hef svona grun það að alvöru keppnishús í Innri-Njarðvík geti nú ekki bara þjónað Innri-Njarðvík, heldur mögulega öðrum íþróttafélögum í Reykjanesbæ og Ásbrúarsvæðið auðvitað stækka og ég held að veri full þörf á þessu húsi en auðvitað ætla ég ekki að vera bara með einhverja getgátur í því, ég hef kallað eftir upplýsingum það og ég bara vænti þess að við fáum það. Hvað varðar að sólunda fé? Ég held að við vitum öll hvernig aðstæðan fyrir íþróttafélögin í sveitarfélaginu, þannig að ég ætla ekki að taka þátt í því eins og bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson nefnir hér að við ætlum ekki að fara að sólunda fé. Annars vegar talað það að maður hlaupi ekki upp til handa og fóta ef það kemur einhver viljayfirlýsing og hins vegar maður sakaður það að ætla að fara að sólunda fé. Ég vil gera hvorugt, ég vil bara stíga varlega til jarðar, vinna málin á vandlegan hátt og fá svör við þeim spurningum sem að meðal annars bæjarfulltrúar minnihlutans hafa verið að setja fram í bæjarráði. Ég held að það sé bara til þess að styrkja málið á allan hátt og gera það verkum við getum tekið upplýsta ákvörðun hvert við viljum stefna. Bráðavandi liggur þetta fyrir hjá Ungmennafélagi Njarðvíkur varðandi ákveðna íþróttaaðstöðu og mögulega gæti þetta list þannig á hólmi að einhverju leyti þó ekki væri nema bara til þess að bíða eftir frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu sem ég held að verði veruleg þörf á. Hér í hruninu bættust við íbúar á Suðurnesjum. Við erum að taka ný hverfi í notkun meðal annars í Innri-Njarðvík og það gríðarleg uppbygging sem að blasir við á Ásbrú. Á öllum líkindum verður farið í önnur hverfi þarna hinum megin við Reykjanesbrautina. Þannig að ég alveg sannfærður það að það verður þörf á keppnishúsi á þessum stað og ef niðurstaða bæjarráðs verður einhver önnur nú, þá bara tökum við það skilmerkilega til greina en ég held að við ættum ekki að láta þetta tækifæri og greipum renna, við ættum að skoða þetta í kjölinn, einmitt núna sem að þegar kallað eftir framkvæmdum og ef það hagkvæmt fyrir sveitarfélagið að gera það, þá ættum við svo sannarlega að nýta tækifærið og bara til þess að skjóta því til þess að klára þessa löngu ræðu mína, að það eru fyrirliggjandi ákveðin samlegar áhrif í því að vera með keppnishús á þessum stað. Það hefur verið kallað eftir því að þarna sé vegleg uppbygging og ég held að þarna verið hægt að nýta starfsfólk, það hefur verið hægt að halda úti þarna glæsilegri starfsemi fyrir þau íþróttafélög sem komið til með að nýta það og ég bara vonast til þess að við getum komið þessi góðan farveg, ekki seinna en hérna á næstu vikum þess að getum hafið þennan áfanga sem að liggur svo mikið á að fara að teikna og klára. Annað sem við langar aðeins að minnast á hérna, ég hef svona orðið svolítið var við það að bæjarfulltrúar eru svolítið svona að gera því skóna að það sé einhvers konar andstaða við atvinnuuppbyggingu af hálfu meirihlutans í Reykjanesbæ. Ég hef ekki fundið fyrir því og við höfum átt alveg gríðarlega gott samstarf við sveitarfélögin hérna í kringum okkur á undanförnu, Hekluna og það ágæta fólk sem að vinna í málaflokknum hjá Reykjanesbæ. Getum við gert betur? Jú, eflaust og það gott að fá góð innlegg frá minnihlutunum varðandi það. En þegar allt kemur til alls, þá erum við þetta bara í erfiðri stöðu og við þurfum að geta tekið erfiðar ákvarðanir
og ég vonast til þess að geta átt gott samstarf við atvinnulífið á svæðinu, ríkisstjórnina og fleiri aðila til þess að reyna að skapa hérna störf á næstu misserum, enda Vinnumálastofnun búið að koma með nýja greining á því að hér verði mögulega 4. hver íbúi atvinnulaus í vetur. Þannig við þurfum öll að leggjast á eitt og ég mun allavega ekki láta mitt eftir liggja og alveg sannfærður það að starfsmenn Reykjanesbæjar meirihlutin mun ekki gera það síður. Þannig að bara ég hveti ykkur til dáða. Takk fyrir. Takk fyrir Jóhann. Margrét Sanders. Já, það er alltaf vont. Afsakið, formlegheitin þurfa að vera til staðar þrátt fyrir að við séum á Teams, þannig að afsakaði forseti, kæri bæjarfulltrúar. Það er alltaf vont þegar að menn gera manni upp eitthvað að maður hafi sagt eitthvað. Það sem ég sagði var varðandi bókun sem að meirihlutin lagði fram á síðasta bæjarráðsfundi. Það sem ég sagði var ef kísilverið hefði verið með velunnu störf, þá þeir að uppfylla fyrsta skilyrði sem þið eru með í bókun. Ef þeir eru með verulega mengandi starfsemi eða voru með, þá fellur það út. Og þriðja lagi voru þið með skapi tekjur að skipaumferð og ég held að þessi allir sammála því að kísilverið átt að skapa og það yrðu mikla tekjur að skipaumferð. Þannig að þið segið að minnsta kosti 2 að eftirfarendur atriðum, þessi 3 atriðum eiga að ganga upp til þess að þið fagniði atvinnuuppbyggingu og það er eingöngu það sem ég er að segja að ef í 100. skipti, ef velunnu störf að ræða og tekjur að skipaumferð Helguvíkurhöfn, þá eru þið búnir að uppfylla 2 að 3 atriðum og það þýðir að þið myndu samþykkja þetta. Hversu flókið er að fagna svona aðilum og síðan að fela bæjarstjóra að vinna áfram að fýsingarkönnun frá bæjarins hendi og vanda sig. Það er algjörlega ótrúlegt ef við nefnum eitthvað. Það er alveg sama hvað við segjum varðandi atvinnumál, að þá komið þið með einhver andsvör og segið alltaf við þurfum að vanda okkur. Það er annað en þið gerðuð. Vöndum okkur allan daginn, að sjálfsögðu við að vanda okkur. Að sjálfsögðu ætlum við öll að vanda okkur. En það er barátta á milli sveitarfélaga að fá atvinnu á svæðið og þess vegna viljum við taka vel á móti fólki og ég veit að þessi bókun stuðaði. Og það voru margir hérna í bæjarfélaginu sem hringdu bara hreinlega í mig og spurði mig hvaða bókun er þetta? Og virkaði þannig bókunin að þið vilduð ekki fá þetta fyrirtæki frekar eitthvað annað. Hún virkaði þannig en það er mjög ánægilegt og nú vil ég bara fara í jákvæða gírinn gagnvart ykkur. Það er ómetanlegt og ánægilegt að margir bæjarfulltrúar hafa stigið hérna fram og lýst yfir ánægju með það að það sé verið að kanna þessi mál. Það er ekkert ákveðið með þetta er í farvegi að vera kannað. Varðandi Stapaskóla, að þá kemur fram að þetta er dýr skóli. Það er gott, hann er fallegur, hann er mjög áhugaverður, alveg frábært leiksvæði fyrir utan og þar er ekki stóri kostnaðurinn. Ég ætla að benda á að því að háttvirtur bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs, Friðjón spurði hvaðan fáum við þessar tölur. Það vill svo vel til að við höfum farið í mikla skoðun á þessu. Það eru 2 grunnskólar sem hafa verið byggðir mjög nýlega. Annars vegar Skarðshlíðaskóli í Hafnarfirði. 8.900 fermetra skóli með íþróttahúsi og tónlistarskóla og fullkomnu útivistarsvæði, hvort það sé eins fallegt og þetta, peningarnir og mismunin ekki þar. Kostaði jafn mikið okkar en er 2.400 fermetrum stærri heldur en okkar húsnæði. Sama upphæð, 4 milljarðar, voru í Mosfellsbæ og það var akkurat svipaður skóli og Skarðshlíðaskóli. Það er þess vegna sem við erum að segja að þetta er dýr skóli. Við höfum þetta tölur
og það kemur okkur á óvart og ef að menn ætla að koma, já þeir samþykktu þetta, ég bara strax og ég kom hérna inn í bæjarráð og í byggingarnefndina, þá hef ég ekki talað um annað en fjármálavarðandann. Þannig að við skulum ekki reyna að segja eitthvað annað en að það er búið að flagga mikið varðandi þennan skóla. Það sem mig langar núna að ræða, það er varðandi 8. mál Hákollstanga, þar sem að bæjarráð, eða það var hafnað að taka tilboði í Hákollstanga upp á 15 milljónir og á sama tíma og við vorum að ræða þetta með milljarðhækkun á skólanum. En þarna erum við líka að tala að Gunnar, byggingarfulltrúi okkar, hann leggur mikla áherslu við kaupunda vegna þessa frábæra lands og ég vara svolítið við því að við stígum ekki þar inn. Og síðan að lokum, þá langar mig að fara í fundagerð bæjarráðs númer 1289 varðandi Suðurnesjalínu 2. Og þar langar mig bara hreinlega að spyrja ykkur í meirihlutanum varðandi það hvort að þið séu opin fyrir breytingum eða að styðja Suðurnesjalínu 2 eða hvort að það séu ófrávíkjanleg regla hjá ykkur að standa með vogamönnum. Ástæða fyrir þessari fyrirspurn minni er að Kjartan Már Kjartansson svaraði til í Stapa þegar spurt var um Suðurnesjalínu 2 að við myndum fylgja vogunum í þeirra ákvörðunum og við höfum gert, eða meirihlutinn hefur gert það. Og ég vil bara nefna þetta og spyrja þessu vegna þess að okkar hagsmunir varðandi Suðurnesjalínu 2 eru gríðarlegir á meðan að þetta er meira landeigendamál í vonum. Þannig að ég vil bara fá svar við því og sérstaklega, ég tala nú ekki út af jarðskjálftunum sem eru núna vegna þess að menn hafa einmitt talað jarðhræringar varðandi jarðstreng, að hversu langt ætlið að ganga varðandi stuðning við vogana? Eru þið þá tilbúin að fresta Suðurnesjalínu 2 bara út í óendanlega og styðja áfram vogana? Vegna þess að þetta verður ekki tekið eignanámi og það verður ekkert gert í þessu með að Reykjanesbær styður fullkomlega voganum í þessu málu. Takk. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla bara svona rétt að koma inn á þessi 2 mál sem mest búið að tala lóð Norðurlágs og Stapaskóla. Eins og Gunnar Þórarins orðaði það kannski, bókunin var kannski fyrst þegar maður leit á hana eins og smá blaut tuska. Það er svona, já, ég með brápínu las þetta og ég hugsaði með mér hvernig ætli aðrir taki þessu sem eru kannski ekki mikið inn í þessum málum. Fólk kannski ekkert að velta þessu fyrir sér, en eins og Margrét nefndi að þá hefur alveg fólk hringt og spurt hvað þýðir þessi bókun. Ég held að við verðum bara, eins og margir hafa komið inn á, að vanda okkur, við erum að vanda okkur, þau tökum á móti fyrirtækjum inn í sveitarfélagi af því að við höfum rauninni lent illa í einhverjum öðrum. En við þurfum líka að vanda orðalag og hvernig við bjóðum fólk velkomið. Hvernig erum við að taka á móti nýjum fyrirtækjum sem hafa ekki starfað hér í þessu sveitarfélagi áður? Hvernig bjóðum við þau velkomin? Ég held að þurfa að íhuga verulega svona orðalag, þannig að þetta ég hreinlega ekki fæli bara ekki fyrirtæki frá okkur. Það er mikilvægt að huga að því. Svo varðandi Stapaskóla, þá hef ég alveg oftar en einu sinni spurt og nefnt við fólk hvort að ég ekki að skoða það hvort að áhorfendur þurfi ekki að geta verið á íþróttaleikjum í Stapaskóla þegar löngu var búið að ákveða að íþróttasalurinn yrði keppnisvöllur löglegur. Og ég skildi ekki alveg þörfina eða hver er rökin fyrir því að vera með löglegan völl í skólanum en ekki neinir áhorfendur. Hver er þá rökin fyrir því að hafa svona löglegan stóran völl? Eða gæti þetta verið minni íþróttasalur bara fyrir skólakrakkana? Ég held að þessi aðalatriði að við komum niður á blað nákvæmlega fyrir hvern er íþróttahúsið og fyrir hvern er sundlaugin
hún kannski líka fyrir alla íbúana og ég gerir mér alveg fulla grein fyrir því að Innri-Njarðvík orðið mjög stórt og ég held að sé bara tæplega 4.000 manns sem búa þarna núna og mun fjölga þegar við förum í þriðja hverfið, Dalskurði 3 og það verður örugglega mikið notað bæði íþróttahúsið og sundlaugin. En gleymum við ekki, ég held við séum að byggja 5. sundlaugina í Reykjanesbæ. Erum við öll í sundi? Hversu stór á sundlaugin að vera? Er hún bara fyrir skólasundið eða er hún jafnvel fyrir á hún að vera keppnislaug eða á hún að vera bara fyrir almenning, opin allar helgar og kvöldin? Við þurfum að hafa þetta alveg á hreinu áður en tökum þessa endanlegu ákvörðun. Takk. Takk fyrir Baldur Guðmundsson. Já, takk. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og aðrir. Það svona nokkuð ljóst að við þurfum stærri jarðskjálfta ef að hrista okkur saman. En ég held að við viljum öll það sama. Þessi umræða Helguvíkurmálið og fiskeldi og Norðurál, þetta kemur til, ef það vera kvartundagi að við séum að ræða þetta, þá vandamálið þessi bókun. Og við ræddum þetta strax á bæjarráðsfundinum, við sem erum í minnihlutanum þar. Okkur þætti þessi bókun einkennileg og myndum ekki styðja hana. Það var ekki neitt vilji þá til að rökræða það eitthvað frekar, breytinni eða taka okkar sjónarmið inn. Þannig að það kallar á það að við erum að koma okkar sjónarmið á framfæri með þessum hætti. Og við bara, af því að bókun er þess eðlis, þá verðum við að spyrja þessar spurningar. Við viljum fá eitthvað atvinnu í Helguvík, en við erum búin að taka síðustu 2 kjörtímabil í það að fjalla það hvað má ekki vera í Helguvík. Og það vantar fleiri umræður það, hvað má vera þarna, hvað getum við haft þarna. Og þegar þetta kemur upp með Norðurál, þá vissulega þetta flókið. Þetta þurfum að vanda okkur. En enn og aftur förum við í þetta hjólfar. Það er bara eins og maður sé fastur hérna í bíómynd með Bill Murray að fara aftur og aftur í það. Tala gamla tíma. Ég man nú þegar þá kemur stálpípugrínið upp. Algjörlega óþolandi að þurfa að fara aftur og aftur í þetta. Fagna of snemma. Við erum alltof oft búin að fagna. Við vorum ekkert að biðja gríðarleg fagnaðarlæti. Þetta er bara að við tökum jákvætt í þetta. Við reynum að finna þá fleti þar sem að menn eru sammála og vinna út frá þeim. Ekki byrja á að setja upp allar hindranirnar og vinna út frá þeim. Við skoðum hvar getum við náð samstarfi. Hvar eru góðir fletir til að vinna saman. Og það er ekkert rétt að við höfum margoft brennt okkur á fyrirtækjum. Þá erum við að segja, svona alhæfingar eru svo svakalega hættulegar. Það er fullt af fyrirtækjum þetta sem eru bara, við fögnuðum að þau kæmu hingað og þeir eru búin að standa sig mjög vel. Við erum ekki að gera lítið úr því. Og ég ætla ekki að fara að telja þau upp vegna þess að þá myndi ég gleyma einhverjum og einhverjum eru móðgæðir. En það er ekki að hægt að skilja það eftir að við séum alltaf búin að brenna okkur á því að taka vel á móti fyrirtækjum. Það er ekki þannig. Varðandi bókunum Stapaskóla, þar sem við erum að tala það að við viljum vanda okkur og stíga varlega til jarðar og ekki bara ræða þetta svona, þetta verður örugglega góð nýting á þessu húsi. Ég efa það ekki, til langs tíma litið þá munum við finna not fyrir húsið. Það gerist bara heima hjá manni. Ef ég myndi byggja við bílskúrinn, þá myndi ég örugglega geta nýtt hann í eitthvað eftir nokkur ár og fylla hann.
það sem við erum að biðja núna að við setjum þetta niður fyrir okkur, að við skrifum þetta. Setjum þetta niður á blað, við séum ekki bara að ræða þetta svona rétt á milli funda. Þetta sé sett niður, þarfa greining. Við erum að gera þetta stórt hús út af því að við ætlum að svara þessu ákalli. Það sé bara sett niður á blað. Það megin efnið í bókuninni frá okkur, ekki það að þetta sé dýrasti skólinn sem hefur verið byggður núna undanfarið. Það kemur minnust á það, vegna þess að það er núna fyrsti áfanga er lokið og við ætlum að fara í annan. Þá viljum við bara að við tökum allavega eitt skref svona til hliðar, skoðum þetta áður en við höldum áfram, vegna þess að þetta er búið að kosta okkur dálítið. Það var greinilega vitað. Og það var bara af hverju ætlum við að fara alla leið. Af hverju ætlum við að byggja eins stórt hús og mögulegt er þarna án þess að vera búin að leggjast vel yfir þá og ramma þetta vel inn fyrir okkur. Svo var þetta hákot. Það kom tvisvar fyrir, annars vegar bara tilboðum að kaupa þetta hús og síðan svona verðmat. Og mér þykir þarna gott tækifæri fara forgörðum vegna þess að þetta er mjög spennandi svæði. Þarna er hús sem er komið í friðun, bara vegna aldurs, liggur undir skemmdum. Þetta er hús sem við sem bæjarfélag getum klárlega fengið peningi frá minjastofnun til að gera upp, flytja annað og eða þá eftir að meta það allt saman. Alveg svo við erum að gera við dúshúsin, fiskjarhús, það er alveg hægt að taka þetta með inn í það og fá líka í leiðinni príma útivistarsvæði sem hægt er að gera alls konar hluti með. Þar finnst mér við vera að láta tækifæri fram hjá okkur fara fyrir 15 milljónir. Þannig að ég bara þakka fyrir í bili. Takk fyrir Baldur. Jóhann Friðrik. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er lífleg og skemmtileg umræða. Ég ætla að vona að ég hef ekki sært neitt með jarðskjálftabrandarunum mínum hérna áðan. En aðeins varandi Suðurnesjalínu 2, og þar auðvitað eins og bæjarfulltrúar muna og kannski einhverjir aðrir sem eru að kynna sér þessi mál, þá var þetta umsögn Reykjanesbæjar á sínu tíma. Við myndum leitast eftir því að sú lína myndi fara í jörð eins og því yrði við komið og málið er náttúrulega þróast þannig að það er auðvitað verið að skoða þá kosti og vissulega er það alveg rétt að vogarnir voru á svipaðri línu en ég sem bæjarfulltrúi tók auðvitað bara afstöðu gagnvart þessu máli út frá hagsmunum íbúa í Reykjanesbæ. Þar var verið að tala það að línan yrði mögulega lögð í jörð og að hluta og mér fannst það vera skynsamlegt og Skipulagsstofnun og fleiri aðilar hafa auðvitað bent á það að það væri raunhæfur möguleiki að skoða þann kost. Hvort að við þurfum síðan að snúa af því vegna þess að það sé illmögulegt út af jarðhræringum eins og náttúran benti nú á sig í dag eða einhverjum öðrum forsendum, þá auðvitað bara verður það komið ljós og ég hef aldrei verið óhræddur við það að breyta mínum skoðunum ef að betri upplýsingar komið ljós eða ef ein leið er ófær, það sé þá farin einhver önnur. Og ég á nú ættir að rekja á Vatnsleysuströndina og mér er nú hlýtt til Vogamanna, en mér er nú ekki það hlýtt að ég ætla að fara að taka upp eftir þeim allt sem dettur í hug og þeir samþykkja í sínum ranni í sveitarstjórn í Vogum. Þarna var bara verið að vega og meta þá kosti sem að lágu fyrir og þetta var afstaða meirihlutans á þeim tíma. Ég vona aftur á móti að okkur svona hlottnist að koma þessu máli á einhvern alvöru rekspöl. Þetta er búið að taka mörg ár, þetta verkefni, og á eflaust eftir að taka einhver ár í viðbót. En það er auðvitað bara að vera að vinna í því á fullu og bæði vonandi með aðkomu þeirra stofnana sem aðkoma og ekki síst ríkisins. Þannig að ég bara er að vonast til þess að
það verði hægt að finna einhverja lendingu í því máli sem að gera það að verkum að Suðurnesjalína 2 rísi hér, vonandi ekki eftir allt og langan tíma. Aðeins varðandi Stapaskóla, auðvitað það alveg rétt að það var ekki gert ráð fyrir keppnishúsið þarna í upphafi og svo ég svari nú bæjarfulltrúa Önnu Sigríði varðandi það, þá hefur Reykjanesbær á undanförnum árum byggt skóla íþróttahús við sína skóla og ég veit ekki hvaða umræða fór fram þegar það var ákveðið á sínu tíma en ég held að það hafi bara verið metið út frá þörf hverju sinni. Nú aftur á móti liggur alveg fyrir að það veruleg þörf á nýju keppnishúsi í Reykjanesbæ og þarna auðvitað fyrst og fremst verið að skoða þá kosti út frá því að það geti bæði verið ódýrara að gera þetta þarna og líka að þetta geti verið góð staðsetning fyrir keppnishús til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann. Gunnar Þórarinsson. Gunnar, þú ert með mute. Það heyrir enginn í þér, Gunnar. Afsakið, Villi forseti. Ég vil aðeins koma inn á Stapaskóla aftur. Ég alveg sammála því að byggja hús sem eru bara nýtast vel. En eins og staðan núna þá finnst mér að við þurfum að fara varlega í þetta. Auðvitað gera ráð fyrir að þarna verði í framtíðinni keppnisvöllur með aðstöðu fyrir áhorfendur og mér finnst bara ekki vera búið að í raun og veru skoða þetta nógu vel, fara rækilega yfir þetta og líka spurningum tímasetningu. Það líka annað mál. Eigum við að fara og klára þetta eða eigum við að láta þetta bíða að hluta eins og ég hlynntur því að við bara höfum þetta nægilega stórt rými til þess að sé hægt að hafa áhorfendur þarna en nýtist fyrst og fremst skólanum til að byrja með. Við erum í þeirri stöðu að við þurfum að átta okkur að því að á næstu misserum mun fjármagni blæða út og við þurfum að passa okkur á því að lenda ekki í sömu ógöngum og við vorum í fyrir 4 árum. Eða það lengra síðan. Þannig að ég vil vera varkár í þessu, en styð eindregið að þarna verði í framtíðinni eitthvert hús sem að getur tekið á móti kappleikjum. Takk. Takk fyrir þetta, Gunnar. Friðjón Einarsson. Forsetafundi bæjarfulltrúar. Þetta áhugaverð umræða og mér langar aðeins að koma aftur inn í hana með nokkra atriði. Fyrst langar mig að nefna það að umræðan á Norðurlár á fundi bæjarráðs þá var verið að ræða tilkynningu Norðuráls, bréf frá Katigó til okkar þar sem við verið að segja frá erindi Norðuráls, tilkynningu Norðuráls til Katigó og hvernig þeir sjáu fyrir sér að hlutinni muni gerast. Þar ekki í því bréfi minnst einu orði á Samherja, heldur hvernig við ætlum að reyna að halda áfram með þessi mál eins og lóðlegu samninga og fleira og það síðan bókunum sem kemur hjá okkur síðar fyrst og næst að svara því bréfi. En mér langar aðeins vegna þess að segja það að ég ætla ekki að gera lítið úr því sem fólki finnst, að allir hafa sína skoðun. En ef einhverjir halda það ennþá inn í bæjarstjórn og fyrirtæki komi til Suðurnesja, stór og mikil fyrirtæki með starfsemi að þegar við erum svo falleg og skemmtileg eða skrifum við falleg bréf, þá það bara mikill misskilningur. Þetta gengur og þetta allt bara rekstrara tengda hluti. Það vitum við öll. Þetta snýst pening og aura og rekstrara tengda hluti. Það hefur fjölmargir haft áhuga á að fara í álverið þarna í Helguvík. En það vilja helst allir fá það ókeypis. Þannig að aðalmáli á þessum bæjarstjórnarfundi sé hvernig við svörum bréfi frá Katigó. Finnst mér þetta aldrei sérstakt.
en ég vil bara líka ítreka það að við höfum þegar verið í sambandi við Samherja og ef Samherji telur að þetta húsnæði, þetta svæði henti þeim, þá koma þeir auðvitað. Og þeir verða auðvitað velkomna eins og allir aðrir. Með Suðurnesjalínu 1 langar með að ítreka, Suðurnesjalínu 2 langar með að ítreka að afstaða Reykjanesbæjar hefur verið alveg skýr og var tilkynnt sérstaklega á fundi með ráðherra fyrir 2 eða 3 mánuðum síðan þar sem var verið að reyna að leita lausna og Margrét Oddveitis ástæðismanna veit það. Það er ekkert sem stoppar þetta verkefni af því að afstaða okkar sé eitthvað svo stíf. Það er bara ekki rétt. Það er bara ekki rétt. Við erum tilbúin að skoða alla möguleika. Ef ekki er hægt að ganga þessa leið sem Vogamenn vildu, þá erum við til í að skoða alla aðra möguleika. Og þetta er alveg skýrt og hefur alls staðar komið fram. Þannig að það er ekki þannig að afstaða Reykjanesbæjar séu einhvern veginn á þann veg að hún hamli því að Suðurnesjalínan komi. Það er bara ítreka það, svo er ekki. Aðeins með Stapaskóla, þá er það ljóst að það er pláss fyrir nokkur 100 manns á svölunum í upphaflegu teikningunni við íþróttavöllinn. Mér finnst menn hafa aðeins gleymt því að þessi bygging er hugsuð sem miðja þessa hverfis, menningarbygging með sundlaug fyrir almenning, opið eftir kennslu líkur fyrir almenning með heitum pottum. Og þetta á að vera miðpunktur þessa hverfis sem stefnir í það núna að verða yfir 5.200-300 manns innan fárra ára. Og þeir sem þekkja sundlaugin í Keflavík, sundmiðstöðina, vita það að hún þegar er komin að þolmörkum. Þannig að við erum bara verulega stækkandi sveitarfélag og við þurfum að gera vel við. En auðvitað er rétt eins og Gunnar Þórðarson sem nefndi hérna að við þurfum að fara varlega. Takk fyrir mig. Takk fyrir Friðjón. Margrét Sanders. Já, takk fyrir forseti og forseti, aðri bæjarfulltrúar. Ég vil fagna því sem að Friðjón er að segja varðandi Suðurnesjalínu 2 og ég reikna þá með að auðvitað reynum að fara sáttaleiðina og finnum leiðir, en ef að það er rétt að Landsnet er mjög fast fyrir og er ekki tilbúið að breyta sína fyrir áliti, þeir komu með allavega álit 30. september þar sem að þeir voru ekki búin að breyta neinu og við auðvitað förum í viðræði við aðila og fleira því að það liggur á þessari línu og þetta er stórt atriði bæði í atvinnuuppbyggingu og öryggi fyrir okkur. En þá langar mig að spyrja aftur, þá eru þið þá tilbúin, já þeir settu þetta niður í kerfisáætlun en ekki áliti, þannig að 30. september, en þá langar mig að spyrja, eru þið þá tilbúin að veita framkvæmdarleyfi ef að þetta er ekki mögulegt að setja línuna í jörð? Og þetta er mjög stórt atriði og mér finnst bara gott og ég er mjög ánægð með þau svör sem ég fæ hjá ykkur. Miklu ánægðari með það heldur en ég hef verið hingað til og verið ansi hrædd við þetta og að þetta muni tefjast miklu meira en vonandi getum við unnið þetta saman. Mér langar til að vekja líka athygli á einu máli sem enginn hefur nefnt, sem kom fyrir bæjarráð og það er á fundi bæjarráðs númer 1290 að þar er fjárhagsáætlun fræðslusviðs og þar er sviðsstjóri að flagga bæði auknum gjöldum og núna í ár, bæði út af kjarasamningum og fleira og einnig rosalegri hækkun, hátt í milljarða hækkun á rekstri fyrir næsta ár sem myndi koma fram í fjárhagsáætlun á sama tíma og tekjur bæjarins er að lækka gríðarlega. Þannig að við gerum okkur öll grein fyrir að reksturinn verður gríðarlega erfiður á næstu árum, sérstaklega í ljósi þess að tekjur eru að minnka. Og ef við erum að segja eins og einhver nefndi á fundi,
erum við virkilega að fara að tala það að 90% af tekjum bæjarins fari í fræðslumál. Og þetta bara veruleiki sem við stöndum frammi fyrir bæjarfulltrúar og þetta mjög athyglisvert og verður ekki auðvelt hjá okkur í fjárhagsáætlanavinnunni. Ég vildi vekja athygli á þessu. Takk fyrir þetta, Margrét. Friðjón, ég gerir ráð fyrir að þú sést ekki með upprétta hendi og hafi gleymt að taka hana niður. Eða hvað? Ég myndi gjarnan vilja fá orðið, herra forseti, bara Takk fyrir. Ástæðan vil taka undir sem Margrét var að segja hérna að framtíðin ekki mjög falleg þessa dagana og það mjög mikilvægt fyrir okkur að hvetja ríkið til að koma til móts við sveitarfélögin. Mér finnst það alveg bráðnauðsynlegt að það verið gert. Við hristum þetta ekki bara svona fram úr erminni eins og mann finnst stundum að ríkið sé ætlast til. Það er ljóst að eins og komið hefur fram í fjölmiðlum undanfarið að sveitarfélögin þyrftu að fá helst 50 milljarða til að þetta gangi eftir. Og mörg sveitarfélög eru þegar komin í veruleg vandamál með þetta. Mig langar að nefna aftur með Suðurnesjalínuna bara til að aðeins að svara að það alveg ljóst að það sem vandamáli í þessari línu eru landeigendur í Vogum og þannig það bara því miður. Þetta snýst í raun og veru orðið það. Takk fyrir. Ég bæjarfulltrúi með okkar aðeins að fá að blanda mér í þessa umræðu og þess að tala lengi í þessu. Þessi bókun sem lögð var fram í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag Helguvík eða áhuga Samherjamanna á að koma hingað suður og setja upp fiskeldi. Henni var ekki ætlað að styggja einn eða neitt, það var ekki meiningin. Og ég eiginlega kannski bara svolítið hissa yfir þessum hörðu viðbrögðum sem að þessi bókun hefur fengið því að mér finnst hún ekki vera þess eðlis að hún ætti að vekja svona hörð viðbrögð. Það má vera að einhverjum vilji líta á þetta sem svo að við séum ekki að bjóða fyrirtæki velkomin, en ég held að við séum alltaf að gera það. Og það vekur athygli mína þegar oddviti sjálfstæðismanna segir að þegar við komum eitthvað atvinnumál, þetta ekki eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn var að koma með, heldur þetta bara samir ég að óska eftir því að koma hingað suður með sjó og það heldur ekki einu sinni inn í okkar landi, heldur þetta lóð sem að skipulagið í landi Suðurnesjabæjar á sínum tíma, en þetta ekki bara blankur reitur, þetta reitur sem að búin að vera til meðferðar hjá sveitarfélögunum síðan upp úr 2000. Og þegar þetta fer í gang þá ákveðið að Reykjanesbær taki landið á leigu af ríkinu, ekki Suðurnesjabær, sem að auðvitað kannski sérstakt, en ég skil það svo sem vel vegna þess að það var Reykjanesbær sem var í raun og veru að axla ábyrgð á verkefninu. Þessi álverksmiðja hefði getað svo sem verið bara inn í landi Reykjanesbæjar, að það hefði tekið ákvörðun að þetta í staðsett svona, skrifstofubyggingarnar kæmu síðan inn í land Reykjanesbæjar og síðan myndum við skipta á milli og fasteignagjöldunum. En nú það spurningin, verður það gert þannig? Eru Suðurnesjabæjarbúar tilbúnir til þess að gefa okkur eftir helminginn af fasteignagjöldunum? Það spurning sem þarf að svara og við vitum ekkert en við aftur á móti fórum af stað í hafnarframkvæmdir til þess að geta þjónað þeirri verksmiðju sem átti þarna að rísa, eyddum í það á sínum tíma 1,5 milljarði sem að nú hefur verið uppreiknaður miðað við verðbætur og þess háttar upp í 4 milljarða. Og maður hlýtur að spyrja sig, viljum við ekki fá okkur að umræða það hvernig við getum fengið eitthvað af þeim fjármunum tilbaka? Eða eigum við bara að segja, ok, takk fyrir bless, búið bless.
En ég hlýt að líta á það sem hagsmunagæslumaður íbúa í Reykjanesbæ sem að nú þegar eru búin að taka á sig ómældar byrðar vegna þessa ævintýris sem að engu varð, að við hljótum að skoða þann möguleika hvort að við getum ekki náð einhver að því tilbaka. Ég veit ekki hvernig, hvort að það er í samskipti við ríkið, samskipti við Suðurnesjabæ, samskipti við þá aðila sem að munu nýta lóðina, sem ég veit ekki núna alveg hverju verða, en það hafa fleiri heldur en samir í lýst á þessu og sumir ætla sér að nýta hafnarframkvæmdirnar sem að við lögðum fjármuni í að gera tilbúna til þess að hægt væri að setja verksmiðjurekstur þarna. Þannig á þessum tímapunkti hlýt ég bara sem hagsmunagæslumaður íbúa Reykjanesbæjar að reyna að ná eitthvað tilbaka af þeim fjármunum sem við lögðum til í það að gera þetta umhverfið þannig að álverksmiðja gæti risið þarna. Og á meðan kannski verður niðurstaðan svo að við fáum ekkert að þessu tilbaka, en þá er það bara þannig að ég tel á þessum tímapunkti sé bara rétt, alveg eins og Margrét nefndi hér, fræðslustjóri flaggar einhverju, að við flöggum því sem að okkur snýr. Þetta eru atriðin sem snúa að Reykjanesbæ, ég tel bara eðlilegt að við flöggum því. Þeir hefðu getað talað bara beint við Suðurnesjabæ af því að þetta liggur þar, en það er bara óvart þannig að við erum leigutaki lóðarinnar til 50 ára. Þannig að einhverju þurfa að ræða við okkur og vonandi náum við einhverju samkomulagi þar sem allir verða sáttir og ánægðir með. Ég reikna ekki með að við fáum allt tilbaka sem að þarna var lagt inn í þessa uppbyggingu í gegnum þetta fyrirtæki, en ég bara tel að það sé eðlilegt að við reynum að skoða þá möguleika. Þetta er á fleygiferð, þeir eru samir búin að óska eftir spurningum sem hefur verið beint til bæjarstjórana beggja og þeir hafa svarað svona skilmerkilega og við fengum send í póst í dag. Eitthvað snýr að HS Veitum og þeir eru væntanlega farnir að leggjast yfir það og skoða þau mál. Það þarf að sækja alls konar starfsleyfi og umhverfisleyfi og þess aftar og þetta er ekkert að gerast á morgun, þannig að við höfum bara ráðrúm og tíma til að skoða þetta. Ég vænti þess að ef þetta verður þá taki þetta 23 ár koma verksmiðjur í gang. Þannig að ég held að það sé bara eðlilegt að við spyrjum spurningarinn og handa okkur í málunni. Varðandi Stapaskóla, þá er ég nú þeirra gerðar að ég held að við ættum að reyna að byggja til framtíðar í Stapaskóla og ég er ekkert alveg komin að þeim punkti að ég sé nákvæmlega búin að leggja fyrir mig hvað við höfum að gera. Þess vegna lagði ég til á síðasta bæjarráðsfundi að málinu eru frestað og okkur kæmist á ráðrúm í þessari viku til að skoða málið. Við erum að fara til fundar í bæjarráði á 50 daginn og þar verður málið tekið upp aftur. Séu eitthvað sem að fólk óskar eftir að verði skoða frekar, eins og kom fram núna, þá er hægt að koma því áleiðis til þeirra sem að eru með málaflokkinn og við höldum bara áfram að vinna þessu máli. Við erum auðvitað, eins og hér hefur verið bent á í miðju COVID, við erum í erfiðleikum með eitt og annað, meðal annars reksturinn. Þarna er búið að flagga fyrir okkur útgjaldaauka sem að gæti hljóðað upp á 700–800 milljónir inn á fræðslusviðinu. Ég nefndi það á síðasta bæjarráðsfundi að þetta er samt ekki 90% af tekjunum okkar, þetta væri þá 90% hugsanlega af útvarpstekjunum okkar. En sem betur fyrir eru tekjurnar okkar fleiri heldur en bara útvarpstekjur, en þetta er auðvitað alvarlegt mál þegar þetta fer að verða nánast allar útvarpstekjurnar okkar sem fara í fræðslumál. Með það sem Reykvíkingar eru að eyða, helmingurinn af þeirra tekjum fer í fræðslumál, en það er nú orðið drjúgt meira hjá okkur. Þannig að það er auðvitað margt sem þarf að skoða. En við höldum bara áfram, það er ýmislegt. Við erum kannski ekki alltaf sammála hvað við segjum og hvað við gerum, en við erum, held ég, á sömu leið og ætlum okkur að ná fram einhverju bætingu á þessu samfélagi okkar, þannig að höldum bara áfram. Einhverjir hafa nú rétt upp hendi, Baldur Guðmundsson gerði svo vel. Takk fyrir, forseti, að bjóða mér aftur. Það er bara tvö atriði sem það er að skerpa á.
Þetta einmitt 9. málið, þessi bókun sem tengist Katego og Friðjón minntist á. Þetta einmitt, erindisbréfið frá Katego og við erum ekki að blanda Samherja inn í þetta. Það var bókunin sem þið lögðu fram sem að blandaði Samherja inn í málið. Það alveg rétt hjá Friðjóni að það var ekki rætt það í bréfinu frá Katego. Heldur var það meirihlutin sem að vildi blanda Samherja inn í þetta. Ég hefði ekki gert neinar athugasemdir við það, hefði Samherji verið tekin út úr myndinni og þarna hefði bara verið svarið við erindinu frá Katego. Þetta eru málin sem við þurfum að skoða varðandi frágang Norðuráls í Helguvík. Og ég get tekið undir allt sem sagt vonbrigðin að hafa eytt öllum þessum fjármunum í Helguvíkurhöfn. Ég get alveg grátið með ykkur öllum í því máli. Þurfum ekkert að fara aftur í þann grátkór. En ég skal alveg taka eina rödd í þeim kór. Mér þykir þetta þyngra en tárum taki. Við erum ekkert búin að gleyma einu með Stapaskóla. Við erum bara að tala það að við séum römmum þetta inn, skrifum þetta niður, áttum okkur á því, af hverju við erum að gera þetta, hvernig við viljum hafa þetta. Og þetta átti ekki að vera neitt sársaukafull bókun, þetta bara, við erum að koma þessu á framfæri út af umræðinu sem var í síðasta bæjarráði. Það var kallað eftir því, hvað eru við þá að tala um? Núna erum við búin að segja það í þessari bókun, þetta það sem við erum að tala um. Viljum að þetta sé rammað betur inn, þannig að við horfum á þetta. Þannig vinna menn þarfagreiningu, ég tala nú ekki þegar við erum að vinna hérna í opinberri stjórnsýslu. Þetta ekki eins og við séum að byggja bara bílskur hérna fyrir fjölskylduna. Þetta miklu stærra mál og við þurfum að setja þetta miklu betur niður fyrir okkur áður en við höldum áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Baldur. Gunnar Þórarins, svo fer forseti að loka umræðum þetta. Og ég síðastur orðið sem sagt. Mér langar aðeins bara forseti koma inn á hafnarmálin. Ég man ekki betur en að þessi höfn líti nákvæmlega eins út og þegar að við samþykktum að taka álverið inn á svæðið þarna. Við erum þarna með höfn fyrir síldarvinnsluna eða bræðsluna annars vegar og hins vegar olíuskipin. Þetta búið að vera þarna í áratug eða rúmlega 2 áratugi segi ég það bil, hvoru tveggja og ég ekki alveg að átta mig á því. Í hvað var þá verið að eyða þessum 1 og eitthvað milljörðum? Ég get svarað því bæjarfulltrúi Gunnar að þetta eru upplýsingar sem ég hef beint frá hafnarstjóra að það hafi verið farið í dýpkunarframkvæmdir og samkvæmt samningi á milli Norðuráls og hafnarinnar þá ættu þær framkvæmdir að hafa verið höfninni algjörlega skaðlausu sem að þær hafa aldeilis ekki orðið. En þetta hefur þá gert fyrirtækjum sem eru að gera út, ég með orðið? Ég meinti svara þessu. Gerðu svo vel Gunnar. Ég vil bara benda þér á að dýpkun hafnarinnar í sjálfu sér ekkert annað en til þess að nýta betur þá aðstöðu sem við hefum þarna fyrir annars vegar olíuna og hins vegar síldarvinnsluna eða bræðsluna. Og það verið að landa þarna einhverjum bara helling sem að gefur okkur tekjur auðvitað. Þannig að það ekki hægt að varpa þessu svona inn að þetta sé bara vegna kísilversins eða álver. Það bara rangt. Við reyndum margoft að ná í peninga frá ríkinu til þess að styðja okkur í þessu, en það kom engin peningur og þess vegna var ekkert gert. Akkúrat ekkert. Nema þessi dýpkun. Takk fyrir þetta.
Þá held ég að við séum komin á enda í þessari umræðu og áður en að ég ber fundargerðir bæjarráðs undir atkvæði, þá vil ég greiða atkvæði fyrsta liðinn sérstaklega í seinni fundargerðinni varðandi Faxabrautina sem að hér hefur verið til umræðu. Þeir sem geta samþykkt fyrsta liðinn eru beðin að gefa merki. Það eru þá komnar 8 hendur á loft pluss mitt atkvæði sem eru 9. Eru þá 2 sem ekki... Spyrja hvað? Afsakið forseti, ég get ekki sett hendina mína upp núna en ég samþykki. Það kemur ekki upp hjá mér núna því miður, ekki hvorki fór skjáin hjá mér eða ég get merkt hann. En ég samþykki. Ég kemst ekki einhvern veginn á þetta, en ég samþykki þetta líka. Takk fyrir þetta, það er þá samþykkt 11-0. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar á öðru leyti eru beðin að gefa merki. Allir niður með hendi og upp aftur. Enn á ný get ég ekki sett upp hendina en ég samþykki. Já, þá var það komið, það er samþykkt, fundargerð bæjarráðs eru samþykktar 11-0 og þá er komið, þá getur bæjarfulltrúar að lið númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. október og eins og svo oft áður þá þurfum við að taka fyrir mál sérstaklega og þau eru í þessari fundargerð mál númer 4 sem er Ísólfsstígur númer 6 og síðan er það mál númer 9 sem er Hafnargata 31. Og ég ætla að gefa orði laust Ísólfsstíg, mál númer 4 sem er Ísólfsstígur 6. Biðja bæjarfulltrúum að taka niður hendina þannig að við sjáum hverjir eru að biðja orðið. Það er enginn sem kveður sér ljóðs, þeir sem geta samþykkt Ísólfsstíg 6 eru beðin að gefa merki. Það er komið, það er samþykkt 11-0 og þá er það liðið númer 9 sem er Hafnargata 31 og þar er skábraut að ræða orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið, þeir sem samþykkt geta lið númer 9 eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur með 11 atkvæðum. Þá bið ég ykkur ágætu bæjarfulltrúar að taka niður hendi og þá er komið að lið númer 3 sem er fundargerð velferðarráðs frá 14. október. Orðið laust. Guðný Birna gerði svo vel. Já, kæri forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Aðeins að renna yfir fundargerð velferðarráðs. Þetta var mjög langur og ítarlegur fundur hjá okkur og fullt af málum að fara yfir. Nú, sjá, ég heyri svo mikið yfir. Sorry. Já, þegar kemur að liði 1 að fórum við yfir fjárhagsáætlanagerð hjá okkur sem er alla jafna þunga á þessu sviði en í fjárhagsáætlun velferðarsviðs fyrir 2021 er hækkun frá því fyrra og er 334 milljónir en af 300 milljónum fara 187 milljónir í hreinar kjarasamningshækkanir sem er gríðarlega há tala. Nú, breytingar vegna kjarasamninga gert var ráð fyrir 4% aukningu en raunin var 15,86% inn á 2021.
hækkanir á því ári og 6% hækkun á árinu eftir. Þannig að við erum að sjá gríðarlega stóran hluta af þessari fjárhagsaukningu að fara inn í kjarasamningshækkanir. Þannig að við erum með ýmis verkefni sem við viljum fara í, eins og þátttaka í MST-CAN með barnaverndarstofu sem snýr að foreldrum barna sem glíma við vanrækslu og heimilisofbeldi. Forseti, ertu að ræða við mig þetta inn á spjallinu? Eða má ég halda fram? Þú mátt halda áfram. Takk. Já, einnig höfum við ákveðið að fara í barnvænt sveitarfélag sem er kostnaður upp á 2 milljónir sirka að fara í það. Við erum að sjá breytingar og reglum liðveislu og stuðningsfjölskyldur og annað slíkt dýrverkefni sem við bæði þurfum að fara í og sem við höfum ákveðið að fara í, þannig að við hefðum viljað sjá mun meiri hluta af þessar fjárhæð fara í aukningu á starfsfólki. En þetta er það fjárhagsumhverfi sem við erum að horfa til, en það á eftir að fara yfir þessar tölur aftur, en þetta er allavega eins og þetta leit út á fundinum sem var á miðvikudeginum síðasta. Nú, það er verið að skoða líka breytinga á framfærslu, bæði hækkun og fjölgun, en það er búið að fara í tölulega úrvinnslu hvað það verða margir líklega sem að aukast á framfærslu sveitarfélagsins, og það er ljóst að ef ekkert annað kemur inn á, þá mun vera veruleg aukning á fólki hjá okkur framfærslu frá apríl 2021, þar að segja ef ekkert nýtt kemur fram í atvinnumálum. Þannig að við erum að fara að fá talsverðan aukinn fjölda af fólki sem er miður. En við erum líka að fá aukna tekjur, fjárhagsaðstoð frá ríkinu vegna flóttafólk sem sest hér að, og það er mjög ánægjulegt að ríkið er að koma inn og aðstoða okkur við að sinna þessum störfum. Og svo erum við líka að fá, ég ætla að fara aðeins í fundargerðina, þið afsakið mig, það er að fletta henni fram og tilbaka. Þegar kemur að lið 4, kjarnahóp til vellíðunar og virkni, og þetta er mjög gríðarlega hamingjusamlegt verkefni sem er verið að fara í, og þá erum við að reyna að virkja þann hóp einstaklinga sem hefur notið þjónustu bæði Reykjanesbæjar og Vinnumálastofnunar langt skeið til þess að reyna að virkja þau aftur á vinnumarkaðinn. En þessi hópur er að stækka mjög hratt, og þetta er fólk sem er orðið tiltölulega félagslega einangrað. Þetta er alla jafna fólk sem talar litla eða enga íslensku, þannig að við fengum styrk fyrir þessu verkefni sem er alveg gríðarlega ánægjulegt að við getum virkjað þennan hóp hjá okkur, en við fengum 15,3 milljónir afsakið, það er ekki það frábært fjárframlag til Reykjanesbæjar. Nú, þegar kemur að málefni 8, málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, þá var það gríðarlega ánægjulegt hversu vel var tekið í erindi velferðarsviðs að fara yfir starfsemi stofnunarinnar og þjónustu þætti, og sá fundur fór fram áðan sem ber bara að þakka vel. Nú, að lokum erum við líka með hvað ætla ég að segja ykkur varðandi lið. Suðurnesjaskýrsluna, já, lið 6. Nú, en það snýr að því að það var starfshópur stöðu sveitarfélaga á Suðurnesjum sem kynnti aðgerðaráætlun núna í vor, og við erum að fá 2 verkefni til okkar sem hluta aðgerðaráætluninni, sem er sterk framlína í krafti fjölbreytileikans og svo samfélagsrannsóknir. Og þessi bæði verkefni er okkur gríðarlega mikilvæg, sérstaklega þegar kemur að samfélagsrannsóknum. Þá munum við fara í vinnu að skoða íbúan okkar, og þetta er alveg gríðarlega spennandi verkefni sem við erum að fara í. Þannig að það ber að þakka ríkinu og starfsfólkinu okkar að finna til þessi verkefni og sækja styrki, og það er bara mjög ánægjulegt að við erum að fá þetta
metið loksins, þannig að við erum að upplifa góða velvild á sviðinu þrátt fyrir erfiðar aðstæður. En þetta var svona helsta sem ég vildi koma inn á. Takk. Takk fyrir þetta. Forseta var það á í messunni undir síðasta lið að bæjarfulltrúi hafði óskað eftir að taka til máls en það fór fram hjá forseta en ég vil þá gefa henni orðið núna undir fyrri lið. Margrét Þórólfsdóttir, gerðu svo vel. Já, þakka ég fyrir. Ég kem hér undir lið 10 í umhverfis- og skipulagsráði. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. En eftirfarandi bókun kom frá fulltrúa Miðflokksins á fundi umhverfis- og skipulagsráðs og Miðflokkurinn fagnar í raun þessum frábæru tillögum. Ég ætla að lesa það að segja hér upp bókunina hans. Miðflokkurinn fagnar í raun þessum frábæru tillögum og í raun óskiljanlegt að það skuli ekki vera nú þegar til staðar aðstaða fyrir þennan markhöp. Það grundvallar þjónusta að hvert bæjarfélag reki tjaldsvæði. Slíkt eflir og fjórgar hvert samfélag, eykur þjónustu og listalíf. Það öllum til hagsbóta að þessi hugmynd verði að veruleika fyrir næsta sumar og tilvitnunin lýkur. Mér langar að segja það að leggja í markaðsátak eins og var gert núna í sumar með útvarpstekjum Reykjanesbúa eiginlega svolítið skot út í myrkrið ef ekki til staðar tjaldsvæði fyrir Íslendinga sem eru á faraldsfæti og voru þar svo sannarlega í sumar með sín hjólhýsi, fellihýsi og tjöld. Ekki hægt að einblína bara á hótelin í bænum, þó þeir gegni mikilvægu hlutverki fyrir okkur öll. Reykjanesbær verður að standa undir merki að geta boðið upp á margvíslega gistimöguleika eins og til dæmis Árborg sem með framúrskarandi tjaldsvæði sem hefur sett það sveitarfélagi fyrsta flokks þegar kemur að landsmótum UMFÍ, hestamannamótum og fleiri landsviðburðum. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá getum við haldið áfram með fundargerð velferðarráðs og næsta málefnaskrá Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hérna upp undir nokkrum liðum. Mig langar að byrja að fara hérna inn á lið 1 sem fjárhagsáætlun fyrir 2021. Og eins og Guðný Birna kom inn á, þá var hækkunin frá þessu ári til næsta rúmlega 300 milljónir og kjarasamningsbundnar launahækkanir á sviðinu eru tæplega 188 milljónir sem er mjög stór partur eða 56% af hækkuninni sem áætluð vel, velferðarsviðs og þetta hækkun sem starfsmennsviðsins eiga svo sannlega skilið en súrt að sjá svona stóra prósentu fara í hækkanirnar en ekki þau þörfu mál sem þarf að sinna á sviðinu. Og ég myndi vilja sjá frekara hækkun til velferðarsviðs í ljósi þess að það mikill þungi á þessu sviði nú þegar og hann mun bara aukast á þessum fordæmalausu tímum og það mikilvægt að auka í stöðugildum á sviðinu til að styðja sem best við íbúa bæjarfélagsins og líka til að koma í veg fyrir kulnun starfsmanna. Og svo kem ég enn aftur að mönnun og mínar áhyggjur snúa líka að því að muni við ná að manna ný stöðugildi með fagfólki því það hefur reynst erfitt hingað til því miður og svo langar mig líka að koma hérna inn á lið 2 sem þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd. Mér hugnast ekki að stækka samninginn við Útlendingastofnun. Við erum að þjónusta 80 manns nú þegar og að bæta við 100 manns í viðbót eitthvað sem ekki raunhæft að mínu mati. Og Útlendingastofnun með 2 hús upp á Ásbrú sem verður 1 hús í nóvember og þar pláss fyrir rúmlega 100 manns og þeir vilja að við tökum yfir þjónustu í því húsi og þar eru einstæðir karlmenn eins og Það sem ég hef áhyggjur af að það muni bara í raun og veru fjölga í þessum hópi og þó svo við myndum stækka þennan samning að það mun Útlendingastofnun bara taka fleiri hús á leigu upp á Ásbrú þrátt fyrir það að við höfum sett okkur gegn því og þeir eru að koma með þessa beiðni til bæjarfélagsins stækkun samningsins í ég held 3. eða 4. sinn í vonum að þeir fá að lokum já frá okkur og ég skal bara alveg viðurkenna það að ég hálf fúl út í Útlendingastofnun fyrir að hafa tekið þessi húsnæði á leigu þrátt fyrir að við værum nú þegar að þjónusta 10 fólks. Og ég upplifði þetta svona einhvern veginn, þið viljið ekki stækka samninginn og þá tökum við bara á leigu þetta húsnæði og í bæjarfélaginu og veitum þeim svo til enga þjónustu, þetta er svona eins og að fá fingurinn. Og mér finnst þetta líka snúa að því að í dag eru 3 sveitarfélög
sem sagt Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavíkurborg að taka hitann og þungan af þessum málaflokki á landsvísu og þetta málaflokkur sem að fer sífellt stækkandi. Og við þurfum að draga eða skikka, bara hreinlega skikka, fleiri sveitarfélög til að axla ábyrgð og taka þátt og dreifa álaginu. Og Útlendingastofnun þarf að hætta að herja á sveitarfélögin sem eru nú þegar með samninga og leita annað. Og þetta risastór og viðkvæmur málaflokkur sem að engin stjórnmálaflokkur virðist svona vilja taka á sínar herðar. Þetta svona heita kartaflan í dag, maður annarkvort góða manneskjan eða vonda manneskjan. Og ég hreinlega bara skora á Alþingi og ríkisstjórn til að koma þessum málaflokki í eitthvað horf. Og já, svo það liður 3 sem áfangaheimili. Mér finnst þetta virkilega flott framtak og þörfin svo sannlega til staðar en það að ótrúlega mörg að huga. Og ég set spurningamerki 21 viðkvæman einstaklingi í sameiginlegri búsetu að takast á við lífi og nýjan leik. Og ég velti einnig fyrir mér sálfræði- og geðlæknaþjónustu fyrir þessa einstaklinga, hvernig því verði háttað þar sem að slíkt varla í boði fyrir hinn almenna íbúa í sveitarfélaginu í dag. Og ég velti fyrir mig hvar þessir einstaklingar verða með skráðu lögheimili, hvar munu þeir sækja sína félagsþjónustu og svo framvegis. Og mér sýnist á skjalinu að það sé að ræða 3 starfsmenn ásamt aðkeyptri öryggisgæslu. Það sólarhringsgæsla og hvaða menntun áætlað þessi starfsmenn séu með? Á þetta vera blöndu búseta fyrir bæði konur og karla? Edrú skilyrði? Ef einhver fellur þá hvað? Það svo ótrúlega margar spurningar sem vakna upp hjá mér sem fagaðila sem vinni í þessum geira. Og það margir að glíma við fíknivanda, geðvanda og húsnæðisvanda og þeir eiga svo sannarlega rétt á mannsæmandi lífi eins og aðrir og við þurfum náttúrulega að geta mætt fólki þar sem það statt. En þetta viðkvæmt málefni og við verðum að vanda mjög vel til verka. Og svo það liður 5 sem samræmd móttaka flóttafólks og þar samningur við félagsmálaráðuneytið sem að mér skilst að sé á síðustu metrunum fyrir undirritun og ég fagna þessum samningi og til mjög mikilvægt að styðja við flóttafólk og aðstoða þennan hóp við að komast sem best inn í íslenskt samfélag og aðstoða þau við að vera þeir samfélagsþegnar sem að ég efast ekki að þeir vilja vera. Og aðeins líka liður 8 sem málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Við vorum á fundi fyrir bæjarstjórnarfund með forsvarsmönnum HSS þar sem við vorum svolítið að fara yfir mál stofnunarinnar og farið yfir spurningar sem voru lagðar fyrir Markus og varandi stöðuna HSS og hvernig framtíð HSS áætluð nýja heilsugæslustöð sem að vonandi verður að veruleika og tilbúin árið 2023. Og mér finnst þetta ágætisfundur og það mikilvægt að halda fólki við efnið og ég vona að heilbrigðisráðuneytið muni loksins standa þétt við bakið á okkur og veita okkur það fjármagn sem að þörf á í ljósi þess hver fjársvelt stofnunin og hefur verið til margra ára. Takk fyrir. Takk fyrir, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem undir máli númer 2 og Díana fór yfir fundagerðina og meðal annars að þessu málefni og vil ég taka undir mikið af því sem hún að segja og finnst mikilvægt að þeir sem hlusta átti sig á hvað að ræða. Hún fór aðeins yfir það að þetta viðræður breytingar á samningsskilamálum þar sem óskað eftir að Reykjanesbær taki við fleiri hælisleitendum eða þjónustu við þá við umsækjendur alþjóðlega vernd. Og það sem að mér finnst þurfa að koma fram í umræðunni, eins og hún nefndi að hluta, hún nefndi að þetta eru 3 sveitarfélög. Reykjavíkurborg með 220 einstaklinga eða þjónustusamninga að þjónusta 220 einstaklinga. Hafnarfjarðarkaupstaður með þjónustusamning fyrir 100 einstaklinga og Reykjanesbær með 70 en það meira og auk þess eru í Reykjanesbæ eins og hún nefndi áðan við Lindabraut nú 100 og það leigusamningur sem kom verulega á óvart sem að Útlendingastofnun búin að gera til 2023 og auk þess þeir á öðrum stað í bænum og ég veit ekki hvað margir einstaklingar eru þar.
Þannig það má alveg búast við að þetta séu á 300 einstaklingar þá í Reykjanesbæ sem eru þá hælisleitendur eða þá sem sagt einstaklingar og eru umsækjendur alþjóðlega vernd. Við ræddum við Útlendingastofnun á sínum tíma og það voru allir flokkar í bæjarstjórn sammála þar að taka vel á móti fólki sem að sækja alþjóðlega vernd og það verði gerðið þjónustusamningur og að það verði innan eðlilegra marka hjá hverju einasta sveitarfélagi. Þannig að hægt sé að gera þetta vel. Þrátt fyrir þetta, þá eins og kom fram hjá Díönu, aftur og aftur fer Útlendingastofnun á móti okkar vilja og fjölgar og leigir íbúðir án þess að sé þjónustusamningur við bæinn og við höfum ekkert þetta að segja. Og núna þeir óska eftir að það verði þjónustusamningur og við tekum á móti þetta mörgum. Það eru 2 leiðir í þessu. Það í fyrsta lagi, við getum bara og erum búin að vera að gera það en það gerist ekkert og þess vegna verðum við að taka þessa umræðu sem mjög viðkvæm. Það í fyrsta lagi að breyta þá bara hreinlega lögum að sveitarfélögum sé bara skikka að taka, þetta verða bara kvóta einstaklingar á sveitarfélög og þessu verður dreift. Þannig að það sé verið að gera þetta með sóma og þetta sé almennilega gert. Það aðalatriðið. En hitt að fyrst að ekki hægt að stoppa þetta rugl sem í gangi, að tróða þessu inn að sveitarfélögum og gera þetta illa, þá finnst mér við verða bara að vekja máls á þessu með að standa í lappirnar og segja bara, við gerum engan þjónustusamning við ykkur. Ekki neitt. Nema að við tökum á móti þá 100, segjum að við tökum 100, sama á Hafnarfjörður, helmingi minni Reykjavík, aðvíð Reykjavík með 220, við erum þá að tala að taka 100, sama á Hafnarfjörður, en þá lofa þeir á móti að ekki fleiri einstaklingar sem óska eftir alþjóðlegri vernd, sem sagt hælisleitendur, ekki fleiri verða búsettir hér eða settir með búsettu úrræði hér. Það verður bara hreinlega að breyta lögunum. Það gengur ekki að menn séu bara að leita að húsnæði og hóli fólk einhvers staðar niður. Mér finnst þetta líka bara akkúrat ekki, bara ekkert vel farið með það fólk sem að sækja alþjóðlega vernd að setja það allt í einhverja blokkir hér á Ásbrú. Það verður að gera þetta miklu betur og vonandi verður lögunum breytt. Takk. Takk fyrir Margrét. Margrét Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég ætla að koma hérna undir nokkur atriði í fundargerð velferðarráðs og ég vil nú byrja á því að taka undir með Guðnýju Bernu og Díönu hvað varðar lið 1 fjárhagsáætlunina. Ég hef miklar áhyggjur af stöðunni þar og síðan langar mér að taka undir lið 2 með Margréti Sanders og Díönu hvað varðar þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd og ég ætla nú aðeins svona bara að það búið að ræða þetta svolítið vel og ég held við séum bara öll sammála þarna en ég tel að það sé nauðsynlegt að fara yfir reynsluna af fyrri þjónustusamningi áður en við höldum lengra og ljóst að umsækjendum alþjóðlega vernd hefur farið mjög fjölgandi og það svo merkilegt að það hefur ekki dregið úr umsóknum þrátt fyrir veirufaraldurinn og verulega samdrátt í flugrekstri. Þjónustusamningurinn við Útlendingastofnun hefur fært í för með sér álag á hina ýmsu innviði bæjarins og skiptar skoðanir meðal íbúa þennan samning. Til að mynda hefur mikið álag verið á sjúkraflutningamönnum sem hafa flutt hælisleitendur frá Leifsstöð í sóttvarnahúsi í Reykjavík undanfarnar vikur og hefur þetta álag vakið upp spurningar hvort dregið hafi úr öryggi bæjarbúa þegar kemur að mikilvægu þjónustu slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. En ég óska að þetta verði bókað. Síðan langar mig að koma til lið 4, ég fagna þessu flotta reynslu verkefni og það virkilega ánægjulegt að sjá að félagsmálaráðuneytið hefur samþykkt að veita fjárframlag til Reykjanesbæjar svo verkefni verði að veruleika. Og svo langar mér að koma aðeins undir lið 11, þetta hefur líka með fjárhagsáætlunina að gera að eins og allir vita þá eru útgjöld að aukast og við þurfum ekkert að ræða það frekar og tekjur að lækka og þetta sláandi tölur sem við sjáum í hækkun á fjárhagsaðstoð og sérstökum húsnæðissamningi og eins og fram hefur komið að 90% af útsvarstekjum þurfa að fara til fræðslusvið og þá spyr ég hver prósentutalan fyrir velferðarsvið, hún eitthvað á svipum nótum þar.
Það mikill vandi að höndum hjá okkur og við erum náttúrulega í þessari fjárhagsáætlunargerð og við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum en ég ætla að vona svo sannarlega að við forgangsraðum rétt í þessum málum. Ég er búin, takk fyrir. Takk fyrir Guðný Birna, gjörðu svo vel. Já, takk kæri forseti og kæri bæjarfulltrúar og takk fyrir að koma inn á þennan fundarlið sem að rann fram hjá mér greinilega. Fyndi að vera hérna í matrixuna að reyna að spjalla við ykkur og fletta gögnum. En þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur og gott að við erum að opna inn á þetta. Og málið er það að Reykjanesbær var bara mjög snemma, mjög virkur í því að taka á móti flóttafólki og hælisleitendum og hefur gert það vel. Man ekki hvort það var 2017 eða 2018 þá fengum við inn mjög marga hælisleitendur sem voru einhleypir karlmenn og það setti sterkan svip á samfélagið okkar, ekki á góðan hátt því miður. Og eftir það þá tvíefldum við okkur í því að taka á móti fleiri fjölskyldum og skólabörnum. Við erum með marga sérfræðinga starfandi á Reykjanesbæ sem hafa sinnt þessum málefnum mjög vel og við ákváðum bara að halda áfram á þeirri braut að vera sérfræðingar í því að taka á móti fjölskyldum og gerum það vel. Og við erum með samning annaðhvort 70 eða 80 manns sem að í dag við erum að sinna allavega 70 manns Reykjanesbær. Útlendingastofnun hefur komið inn, þetta minni mig 4. skiptið síðan að ég byrjaði í velferðarráði árið 2018, fyrir 2 árum síðan, með beiðni að við tækjum við fleirum. Og rökin okkar hafa alltaf verið þau að við viljum halda okkar samningi og taka inn þann fjölda og gera það vel og treystum okkur ekki til þess að stækka. Og höfum alltaf einblínt á það að það er óboðlegt í þessu stóra landi sem við erum í með 70 sveitarfélög að það séu bara 3 sem að sinna málefnum flóttafólks sem algjörlega galið. Þannig að við hefum lagt áherslu á það og á einu tímapunkti fengum við fólk frá Útlendingastofnun á fund velferðarráðs þar sem fórum yfir þessi mál og það var í kjölfar þess að Lindabrautin var tekin á leigu og hingað komu 100 manns. Inn í sveitarfélag okkar sem við vorum ekki að þjónusta og við höfum ekkert þetta að segja. Og við vorum mjög ósátt við þessi vinnubrögð og spurðumst fyrir önnur sveitarfélög hvar væru þau og svar Útlendingastofnunar var að þau neita. Og þá komum við inn á það, já við neituðum að stækka þið komið samt. Þannig að það er verið að mismuna sveitarfélögum hér, alveg klárlega. Og ég heyrði að Akureyri hefði boðist til að taka á móti einhverju flóttafólki en það víst of langt í burtu frá Útlendingastofnun þannig að því var synjað. En það eru fullt af öðrum sveitarfélögum nálægt okkur og að mínu mati finnst mér ekki boðlegt að það er búið að taka á leigu húsnæði sem að rúmar 170 manns, 2 í herbergi með ekkert afþreyingarefni fyrir þessa einstaklinga. Og það er búið að skuldbinda okkur í 3 ár ef við tökum við þessum samning. Og það er ekkert sem segir að ef við myndum taka við þessum samning að þau myndi ekki samt koma með fleiri blokkir eins og þau gerðu síðast með Lindabrautina og eins og þau gerðu svo aftur í kjölfarið með að taka Hótel Airportinn til leigu en þann sá samningur lýkur núna í nóvember minni mig. En já, þetta sem sagt að við séum að detta inn í samning sem liggur í hár og Reykjavík ef við höldum okkar 70 manns og tökum svo við 100 í viðbót með enga tryggingu að við fáum ekki aðra blokk eða 2 eða 3 í viðbót. Það er ekki hægt að láta allan þungan á Reykjanesbæ. Við erum að sinna þessu starfi nú þegar og höfum gert vel og við höfum boðið aðstoð okkar til að aðstoða ríki og fleiri sveitarfélög með þekkingu frá okkur. Þar kemur hún inn, Hera, sviðsstjóri velferðarsviðs og Hilma sem að sér fjölmenningarþáttinn hjá okkur hafa boðið fram sína aðstoð og þjónustu til aðstoðar sem hefur ekki verið þegin og svo fáum við aftur inn nýja beiðni að taka við þessu. Þannig að ég ljósi bara gífurlega, ég ætla ekki að vera svartsýn en við erum að sjá fram á mikið atvinnuleysi, þungt velferðarsvið fyrir, við erum með starfsfólk sem er að vinna sig í kulnun. Ég get ekki mælt með þessu að þessu sinni en það að sjálfsög eftir að skoða þarna kostnaðarauka, það er verið að tala kostnað við að betrumbæta húsnæði sem liggur ekki fyrir og það er ekkert
sagt með heildarfjölda sem bætast við. Þannig að þetta loðið og við höfum fengið þetta oft áður. Þannig að ég efins þetta en við þurfum að fá fleiri gögn frá þeim sem að starfsfólk Reykjanesbæjar að safna saman. En þetta það verða fleiri sveitarfélög að sinna þessu verkefni af alúð eins og við erum nú þegar að gera. Takk. Takk fyrir þetta. Ég sé ekki að það séu fleiri sem hafa beðið orðið. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs eru beðin að gefa merki. Hún samþykkt með öllum atkvæðum, 11 atkvæðum. Takk fyrir þetta. Þá komið að síðasta lið sem kosning aðalmanns og varamanna, það víst í Íþrótta- og tónlistarráð. Það hefur borist tilkynningum að Jóhann Birnir Guðmundsson, aðalmaður Sjálfstæðisflokksins í Íþrótta- og tónlistarráði, hefur sagt sig úr ráðinu og tillaga að Birgitta Rún Birgisdóttir taki hans sæti. Eru fleiri tillögur? Svo ekki, þá skoðast hann sjálfkjörinn í það. Síðan tillaga að Birgitta Rún Birgisdóttir taki sæti sem varamaður. Nei, Jóhann Birnir taki sæti varamanns. Já, fyrirgefðu að Jóhann Birnir taki sæti í stað Birgittu sem varamaður. Einhverjar fleiri tillögur? Svo ekki, þá skoðast hann kjörinn sem varamaður. Síðan hefur okkur verið tilkynnt það að Jóhannes Kristbjörnsson hafi flutt úr sveitarfélaginu og þar af leiðandi ekki gjaldgengur sem aðalmaður sem varamaður í ráðinu og það hefur borist tillaga Bjarna Sæmundsson í hans stað. Einhverjar fleiri tillögur? Svo ekki, þá telst hann kjörinn sjálfkrafa sem varamaður í Íþrótta- og tónlistarráði. En ágætu bæjarfulltrúar, þá dagskráin tæmd og ég vil, ef ekki eru gerðar athugasemdir við það, stöðva upptöku núna vegna þess að við munum samþykkja þessa fundargerð rafrænt og það mun enginn sjá hvernig það verður gert, þannig að það svo sem ekkert meira á dagskrá heldur en þetta, þó að við eigum eftir að fara yfir fundargerðina sameiginlega. Ef ekki eru gerðar athugasemdir við það, þá vil ég fá að slíta fundinum núna. Og það ekki gerðar athugasemdir við það og þá segi ég ágætu bæjarfulltrúar á 597. fundi bæjarstjórnar slítið.